Í þessum þætti lítum við örlítið öxl og rifjum upp rannsóknarferðir okkar landið, þar sem við höfum verið að fara út af þjóðvegi 1 til að kynnast góðum mat og menningu. Við byrjuðum á því að sækja Skagfirðinga heim á glænýjan mikrobar hans Árna Hafstað, bónda og bruggara með meiru. En til þess að fullkomna heimsókn okkar í fjörðinn fagra fengum við matreiðslumeistarann og vertinn á veitingastaðnum Drangey, hann Jón Daniel, til að koma með brot af því besta á sínum matseðli. Kemur kokkurinn. Það leitur ekki? Góðan daginn. Já, drengur minn góður. Hvað ertu komin með í Skáladal? Ég er svona með eitt og annað svona úr skagfirsku matarkistunni og tengjum þetta náttúrulega Drangey sem allra mest. Já. Hérna er með svartfuglsegg, svona linsoðið svartfuglsegg og höfum með í plokkfisk úr reyktri ýsu og svona rúgbrauðs krömbúl með. Og svo er ég með nývetan sjóbirting, svona hæg eldaðan. Þetta eru forréttir hjá okkur hvort að gera. Heldur við náum að skæla eitthvað í glasi og Árna með þessu? Já, ég efast ekki það er ekki erfitt að ná einhverju í glasi á honum. Ekki bara venjulega hjá þér, Jón? Já. Ef ekki reyna að para þetta eitthvað við hennan mat? Er það ekki? Ég var aðeins að hugsa þegar þú nefndir hvað þetta gæti verið, en þetta gæti verið til dæmis hveitibjórinn eða státinn. En mér langar samt til þess að bara leyfa ykkur að koma að staði hvað hentar best og tek bara svona smakkbakka einn af hverju. Ok. Já. Veitingastaðurinn Drangey. Já. Það er bara sumaropnun. Sumaropnun, já. Nýr staður. Spánýtt. Gamalt nafn. Já, gamalt nafn, nýr staður. Og þið eru staðsettir hvar í bænum? Í heimavistinni í Fjölbrautaskólanum. Það er rekum mötuneyti þar yfir veturinn og svo rekum við þennan veitingastað Drangey á sumar, eða byrjuðum á því núna og ætlum helst að gera það næstu sumur. Heimamenn segja mér að þú sért að taka matinn úr héraði og knúsa hann allverulega eins og maður segir. Já, það er svona það sem við reynum að gera, nota þetta svona grunnhráefni úr þessu nærumhverfi okkar. Það er þessi, þetta hef ég aldrei smakað. Ég er nú búinn að borða ansi margt og er að leitast eftir jáfnvel þessum skrýtnu hlutum sem ég sjáum aldrei. Já. En einhver hluti vegna það hef ég aldrei. Þú hefur aldrei borðað svartfuglsegg? Svartfuglsegg. Ok. Það er stórt, það er stærra. Já, og það er fínt að taka plokkfiskinn með til að fá saltbragðið í það líka Já, það er heldur stærra og Flottur reykurinn í plokkfiskum, já. Og rúgbrauðið steinleikur. Rúgbrauðið aðeins með, já, ég held að þetta sé. Gjörðu svo vel. Er þetta stát eða veðja hann fyrst? Ég myndi bara alveg prófa hann. Það er salt þarna á svona, þannig að Árni vildi líka að þú myndi teka á hveitibjórnum með það. Já. Ég held að það sé líka kannski full seint eftir að þú búin að fá þér státinn. Já, svona, það er kannski bratt að fara í skóla á milli. Það er bratt að fara í svírsta Annars hefur maður nú yfirleitt geta kláraður öllum glösum saman hvernig þeir eru bragðið. Það er sama í hvaða röð það er. Já, með líka, já. Það laginu, strákarnir. Já. Strákar, ég ætla fyrirfram að þakka ykkur kærlega fyrir að taka á móti mér á krókinn og ég mun hér eftir segja öllum að stoppa við því að hér er greinilega margs að njóta. Takk ykkur kærlega. Takk sömuleiðis. Frá Skagaferðinum héldum við sem leið lá vestur á firði þar sem biðu okkar fullir firðir af mat og yndislegu fólki. Við komum við í saltverki á Reykjanesi og fengum salt í grautinn, fengum skýr og rjóma á Bolungarvík, borðuðum okkar í gegnum matarþorpið Suðureyri, smökkuðum harðfisk á Flateyri og heimsóttum Núp í Dýrafirði. En ekki var hægt að fara Ísafjörð á þess að heimsækja einn af bestu veitingastöðum landsins, Tjöruhúsið í Neðstabæ.
Maggi, við erum við Tjöruhúsið á Ísafirði. Já. Í neðsta kaupstað. Já, langneðsta. Langneðsta. Já. Hvað ertu búin að vera hérna lengi að steikja fisk fyrir ferðamenn? Heyrðu, þetta byrjaði svona í litlu mæli 2004. Mánaðamót júní, júlí og var bara opið svona, já, rétt fram í september og það byrjaði þannig að það var verið að leita rekstraraðilum hérna fyrir þetta hús. Þetta var búið að vera kaffistaður og vöfflur og kannski súpa og menn voru jú til í að taka þetta gegn hérna meðlagi sko. Já. Á þeim tíma þá bauðst einhver til, ég ætlum ekki að nefna henni upp, til þess að taka þetta fyrir 150 krónur sem sagt meðlag fyrir að gera þetta. Og við sögðum við sjálf okkur hérna, frúin og ég hérna, höfðum verið hérna veitingamenn frá 86 til 2003 með sjómannastofuna sem var í Hafnarhúsinu hérna á Ísafirði. Hérna á Ísafirði? Já. Upp á annarri eða þar með mjög góð útsýni. Og síðan liðu þarna 11 ár og við sögðum já, því ekki að reyna aftur. Þetta er svona baktería sem maður missir ekki svo, læknast ekki svo glatt af. Og þetta byrjaði jú í litlu mæli og svo vatt þetta upp á sig og ég man svona síðla sumar 2004 þá ákvað konan að nú skildi bara vera með bara mat, bara fisk. Þróað svolítið hérna svona fiskimatreiðslu þegar við vorum svona að ljúka sjómannastofuævintýrinu sko. Og reyndum það fyrir okkur og jú, það kom einhverjir túristar. Og ég man eitthvað kvöldið fengum við 8 manns hitt inn og þá hugsaði ég að þetta er alveg að ganga og síðan hefur boltið rúlað. En sko, nú varstu, og við erum ný staðinir upp af frábærum fisk. Já, takk fyrir það. Og spriklandi rauðsprettu sko sem að bara rataði í pönnuna og fram til okkar. Hún mun hafa viðst í nótt. Já. Verður ekki ferskar en þetta? Fékk hana hérna núna eftir hátíðarspil í dag. Ég raka augun í það þegar ég var nú svona í smá rannsóknarvinnu að þið eruð ekki bara besti veitingastæðurinn á Ísafirði samkvæmt ferðamönnum á TripAdvisor sem að margir ferðast orðið eftir og borða heldur eruð þið besti veitingastæðurinn á Íslandi. Já. Samkvæmt áliti gesta ykkar. Já, sko, mér finnst þetta nú kannski, ég veit ekki, jú, þetta er mjög skemmtilegt en sko, þetta verður náttúrulega ekki marktak fyrir en einhver ákveðin fjöldi kommenta eru komin. Já. Og ég hef heyrt að svona, gott ef að Jónas sagði ekki að 20-30 þegar komið yfir það, þá verður kannski hægt að fara að trúa þessu því að það er alls konar vissin í gangi. En það verður ekki af einhverju tekið að þetta eru nú með þeim bestu fiskipönnum sem ég hef smakkað og ég hef nú smakkaði nokkrar. Já, við leggjum gríðarlega áherslu og mesta vinnan mín fer í það að redda góðu hráefni og fersku. Og við höfum það kannski fram yfir aðra staði hérna sem eru í fiski að við erum oft með þetta alveg glænýtt. En það er ekki það með sagt að fiskurinn sé endilega betri ef hann er glænýr, en sumur fiskur er betri. Já, takk kærlega fyrir að taka á mót okkur. Já, það var lítið. Og það er búið að vera yndislegt að kíka í Tjöruhúsið. Já, takk fyrir það. Eftir frábærar heimsóknir alla Vestfirði var kominn tími til að komast á sjó og munstruðum við okkur á víkingaskipið Vésteinn frá Þingeyri þar sem auðæfi dýrafjarðarins voru snædd borð. Jón, við erum komin borð í Vésteinn. Já, við erum komin að borða Vésteinn. Af hverju Vésteinn? Vésteinn var bróðir Auðar, konu Gísla Sússonar og hérna báturinn ber nafnið hans. Já. Hann var sigldur mjög, Vésteinn, hann hérna fór víða, sigldi víða og hefur ábyggilega farið til Austurlanda því að hann kom stundum með fallega gjafir til þeirra systkinanna, Þorkels og Gísla. Víðförull maður. Víðförull maður, já. Þannig að það var talið við hæfi að tileinka honum skipsnafnið. Já. Hérna á Þingeyri sem er náttúrulega vagga Gíslasögu. Fallegt skip. Glæsilegt skip, já. Og maður róast leið maður kemur borð. Það ekki? Það er eitthvað svona við seglin og góðan trébát.
Akkurat. Þetta alveg frábært skip og er búið að sigla töluvert bara mikið á því og gengi vel. Hann er smíðaður hérna á Þingeyri af Valdimari Elíassyni og fleirum. En þið eru nú að gera meira í víkingastíl en bara Vésteinn. Það hefur verið svolítið víkingalíf á Þingeyri. Það er búið að vera töluvert mikil svona menning í kringum hérna þessa víkingaheima eða víkingatímabil á Þingeyri og það er hérna búið náttúrulega búið til hérna heila mikið svæði, víkingasvæði með girði og sviði og þess áttar. Er langeldur? Og langeldur. Já. Og hérna og svo eins og þú sér nú hérna og farþegunum þá eru nú hérna mikið til að klæðum. Já. Það eru margir íbúarnir sem eiga víkingaföt og þau hérna fara gjarnan í þetta og svona dögum. Ég sé að lopapeysan sem að frúin prjónaði á mig, hún er ekki í stíl sko, ég er aðeins nýtískulegri. Já, þetta er mjög skemmtilegt og hérna og svona á hátíðisdögum þá klæða sumir sig upp í þetta og í tilefnum. Já. En þú ert nú ekki bara að sigla, þú ert að stela mínu hlutverki og stendur hér og matreiðir. Já, það er hluti af þessu hérna prógrami hjá okkur að það er að hérna vera svona í matarstúsi líka. Þannig að ég fæ líklega að gera það sem ég líkar best og þykir skemmtilegast að það er að borða. Það er að borða, já. Við ætlum að hafa elda hérna svona smá hádegisverð. Já. Og hvað er í matinn? Það er steinbítur í matinn. Við skildum saddir og sælir við mat og menningu Vestfjarða og héldum áfram ferð okkar Vesturland og næsta heimsókn okkar var á rjómabúið á Erpsstöðum, þar sem biðu okkur aftur miklar kræsingar. Ég greip hérna ís sem heitir kjaftæði. Já. Hvað maður má ekki segja að það sé eitthvað helvítis kjaftæði, en hvað er þetta kjaftæði? Þetta er algjört kjaftæði. Þetta er algjört kjaftæði. Kjaftæði er bara leikur að orðum eins og íslenskan býður upp á. Já. Hér erum við með íslensk jarðarber. Við erum með íslensk jarðarber, já. Fórum í samstarf núna í vor við jarðarberaframleiðendur á Sólbyrgi á Kleppjárnsreykjum hér í Borgarfirði. Og kaupum að þeim jarðarber til að nota í ísinn og sorbetinn. Og svo vorum við einhverja 2-3 vikur að hanna þetta, búa þennan ís til. Og hann hefur vakið töluverða lukku. Mjög ríkt og gott jarðarberbragð. Já. Og hann er ekkert svona hérna gervi rauður. Já, jarðarber eru náttúrulega bara rauðist. Hér ertu með einhverjar fínar umbúðir. Þetta er hérna skyrkonfektið. Skyrkonfektið? Það var verkefni hjá Listaháskóla Íslands. Allir sé ekki komið 4 ár núna. Sem að var svona kúrsur sem hét sem sagt stefnumót hönnuða og bænda. Já, þá komu þær hérna frá Listaháskólanum þessar 3 stúlkur. Já. Og þær bjuggu til svona afurð úr skyrinu sem var bara kúla hjúpuð með súkkulaði. Já. Svo 2-3 árum setna þá fengu þær og sóttum og fengu styrk frá Nýsköpunarmiðstöð til þess að klára að þróa þessa afurð sem fullnaða vöru. Og þar á meðal var sem sagt náttúrulega bragðið á skyrinu og súkkulaði sem við notum og svo hérna náttúrulega útlitið og umbúðirnar. Já. Og það var eiginlega þannig eins og með þetta menn hafa oft spurt sko af hverju hvítt súkkulaði og það var búið að prófa fullt af súkkulaði. Allt nema hvítt. Já. Alls konar styrkleikum.
En svo var ákveðið að prófa svona hvítt súkkulaði bara til að geta haft það með í hérna rapportinu. Og það var bara eins og allir hefði fengið hugljómun. Þegar þeir smökkuðu mólar með hvítu súkkulaðinu þá var bara súkkulaði fundið. Þetta er bara dessert. Hann er bara klár. Þetta er bara réttur, já. Svona með góðum kaffibolla. Já. Þetta er alveg elegant. Steinleikur. En svo þið með náttúrulega líka, ég sá nú bara hænur og þið eru með svona lítinn dýragarð hérna fyrir utan og tók á mót okkur bara hæns gaggandi og mikið líf. Þannig að þið takkið vel á móti gestum hér. Já, við horfum svolítið á þetta líka þetta sem áningarstað sérstaklega fyrir barnafólk. Já. Þegar fólk er á ferðinni kannski að keyra sko að fara til dæmis vestur og firði sem að tekur einhverja 6 tíma kannski, 7 tíma. Að þá kannski ekkert verið að stoppa mikið. Nei. En þá þetta einmitt sérstaklega fyrir fólk með börn að leyfa með að skotta sér aðeins, kíkja á dýrin, fara í rennibrautarnar, rólurnar eða eitthvað og fá sér ís. Svo bara farið í bílinn og sofna og þú getur keyrt í 1,5–2 tíma án áreitis. Og það er bara töluvert af fasta kúnnum sem að koma hérna á sumrin. Nokkrum sinnum á sumri og ár eftir ár. Við hvetjum alla til þess að koma við á Erpsstöðum. Ein af eftirminnilegri heimsóknum okkar var á Hákarlasafnið í Bjarnarhöfn, þar sem við fengum að kynnast Hildibrandi, sögu hans og hákarlsins, sem rann afar ljúflega niður. Hér er ég búinn að vera síðan 1951, kom þá með fjölskyldum foreldrum mínum, norðan á Ströndum og ég er hér enn. 1951? Já. Og þú ert enn að? Ég? Og var alltaf hákarl hérna? Nei. Það kom með okkur norðan á Ströndum. Komið með það? Já, faðir minn, þessi bátur sem er hérna fyrir aftan mig, hann faðir minn, hann er 19 ára þegar hann eignast þennan bát og byrjaði sína formennsku. Já. Þá var þetta tvímastra sexæringur með miklu segnum. Nú eru þið að taka á móti mikið af ferðafólki, bæði innlendu og erlendu. Hvað segja þessir erlendu með hákarlinn? Þeir segja bara að þetta er spenningur, þetta er það sem er spenningur að koma og smakka og heyra sögu hans, bæði sögu hvernig hann var fyrir tíma. Já. Og aftur núna, hvernig að við fáum hann núna og núna fáum hann allan á togurum sem að eru bara á þetta meðafli. Já. Og hann er að fjarlægjast bara Ísland vegna línandi sjávar og er meira dýpi og nær Grænlandi og svolítið við að fá hann. Hvað er maður lengi að verka góðan hákarl? Frá því að þið fáið hann svona? Bara við setjum hann fyrst í kös, stýrum hann og setjum í kös og það tekur svona 6–8 vikur svona bara eftir því hvernig hitastig er og því að það verður að vera kalt. Já. Og svo hann gera hann alltaf í svona 4 mánuði öllu jöfnu og þá tökum við hann niður og setjum hann í frost og gefum hann til hann fer í sölu. Já. En svo eru þið búin að reisa hér heilmikið safn utanum sögu ykkar og sögu hákarlsins. Já, og sögu forfeður okkar. Já. Og þetta er bara gaman að eiga þetta allt í dag hér. Og hér eru þið, fjölskyldan, að gangi all störf og taka á móti túristarnum og það eru nú eintalega úti- og inniverk í sveitinni. Já, við erum ekki, sko, það er annars sonur sem er með sauðfjárbúið, sko, við erum ekki því. En við erum með hákarlsverkun og hún tekur, sko. Tekur allt tíma? Já, og núna, það er langt síðan við fengum hákarlinn. Ég var á hákarli núna í kvöld, sko, til Grundarfjarðar. Hann er á Baldvin, hann ekki togari norðan manna. Það er góðu togari. Það er allt gott sem kemur á norðan. Hann er á Grænlandssmiðum. Við norðanmenn komum nú ekki tómhentir og viljum nú gjarnan þakka fyrir okkur þegar vel er við okkur gert og ég talar ekki að fá dýrindis hákarl og góða móttökur. Við erum með hérna frá góðum vínum okkar í norrlenska. Já, svona eitt og annað sem hendar á grillið eða pönnuna. Já, ég bara þakka þér og bara skilja hvað ég
til þeirra. Takk kærlega fyrir Þetta vel þegið það hérna. að taka á mót okkur. Já. Takk. Frá mörgum skemmtilegum og bragðgóðum heimsóknum lá leið okkar yfir í Borgarfjörðinn, þar sem við hittum meðal annars fyrir Hollywood stjörnurnar á Háafelli. En geiturnar á Háafelli léku eftirminnilega í þáttaröðinni Game of Thrones og eru að slá í gegn í hinni stóru Ameríku. Við erum komin á Háafell. Já, þetta er Hvítársíða sem að tilheyrir Borgarbyggð. Núna var sér sveitafélag. Það voru geiturnar sem dró okkur hingað. Já, það er til eitthvað að þeim hér. Hvað eru þær margar hjá okkur? Það voru 190 fullorðna geitur í vetur. Og svo komu kýðlingar í vor sem eru eitthvað tæpi 200. En er þetta ekki stærsti stofn landsins þá? Jú, þetta er langstærsti stofn landsins og eina búið sem að er rekið, geitabúið sem er rekið til ræktunar og nýtingar á afurðum geita. Flestir geitaeigendur eru bara með innan við 10. Já. En hvernig er þetta ekki bara eins og að vera með rollur eða hvað? Þetta er ekkit ósvipað því, þetta er náttúrulega eins og annar búskapur, það verður að sinna þessu daglega og láta þær hafa sitt, bæði fóður og umhirðu og allt slíkt. Þó að geitin sé sjálfum sér ekki lík kindinni að neinu leyti. Nei. Nema hún í grasbítur. Og jórtrar. Og jóltrar. Og er með klaufir. Já. Þær eru allar mjög gæfar. Þær eru mikið í kringum mannin hér á þessum stað því að hér er ekki ferðaþjónusta og tekið á móti fólki til að skoða geitur. Þannig að það er yfirleitt alltaf einhver maður í kringu þær, þannig að þær eru mjög vanar þessu. En hins vegar geta geitur orðið stykkar ef það sjá aldrei mann. Þá geta þær orðið mjög villtar og erfitt að ná þeim þess vegna. Hún safnar fitu öðruvísi heldur en kindin eða hvað? Já, hún safnar ekki fitu í kjötið, hún safnar fitunni sem innfitu sem mör. Þannig þetta er magurt kjöt? Þetta er fitulaust kjöt. Getum við líkt þessu við eitthvað? Er þetta líkt lambinu? Er þetta líkt einhverju? Bragðið er ekkit ósvipa lambinu. Nei. En þetta er svona aðeins grófara kjöt kannski. En bragðið er ekkit ósvipa nema það er ekki fit á því. Já. Það er búið að friðsælt að standa hérna hjá þeim. Já, það er engin læti í þeim. Nei, það er það ekki. En stofnin hefur nú, þetta hefur gengið upp og niður á Íslandi, er það ekki? Jú, og stofnin er í útrýmingahættu. Og þess vegna var þetta nú komið á stað hér að reyna að sporna við því að stofnin myndi deyja alfarið út. Það eru 22% af stofninum í landinu er á þessum stað hér. Já. Þannig að þið eru kannski í smá baráttu og varnarvinnu. Við erum í harðri baráttu. Já. Bæði að reyna að halda þessu gangandi og bara halda stofninu við því að náttúrulega ef að 22% af stofninum og eini staður en það sem hefur verið reynt að rækta eitthvað að ráði og halda skyldleika sér. Já. Það er hér. Skyldleikin er mikið vandamál. Ég sá þegar við vorum hérna að doka eftir þér á hlaðinu að það eru sápur og hvaðeina smyrsl og það er ýmislegt að gera úr afurðunum. Já, það er ýmislegt að gera úr þeim og það er nú frúin sem er að sjá það reyndar en ekki ég en hún er, það er verið að búa til sápur úr geitamjólk og geitatólg og krem sem er verið að nota geitatólg í. Okkur kokkurum hættir bara til að telja læri og hryggi og lundir og fylli. Já. En það er víst eitthvað meira til? Það er meira til. Svo er verið að nýta líka skinnið að þeim eða stökuna eins og það heitir. Það er eiginlega verið að hirða allt af henni sem hægt er að hirða. Það er verið að pröfa að sig áfram með kasmírið eða fiðuna. Já. Að nýta hana. Hornin, nýtið þau eitthvað?
Já, það er svona handverksfólk að sækjast í þau bara svona til að... Þetta er gott nýfskaft. Já, þau eru nýtanlega í allt. Tölur eða hnappa og fatnað. Ég ætla að labba aðeins og kynnast þeim aðeins betur og kynnast svo kannski það sem að stelpunnar eru með inni í smyrslunum og sápunum. Í næsta þætti af Mat og menningu höldum við áfram ferðalagi okkar perlur Íslands og smökkum á því besta sem landið hefur upp á að bjóða. En á n4.is er hægt að nálgast alla þætti og velja sinn uppáhalds. Við sjáumst næsta mánudag klukkan 18:30 hér á N4.